Komið þið sæl, það er orðið nokkuð vetrarlegt að litast í kringum landið og lagðirnar verða til á færibandi suður í höfum. Svo fyrsta kemur hér upp að suður ströndinni í kvöld og nótt og það verður ansi hvasst af austri syðst á landinu á morgun. En síðan fer súlag til austurs og skilur eftir hérna allhvassa norðanátt. En strax á mánudag er von á næstu lægð sem að fer að miklu leyti til sömu leið. Þannig að það byrjar á því að vera suðaustanátt með einhverju úrkomu og lægðin fer síðan til austurs og skilur eftir sig hvassa norðanátt á þriðjudag. En á hitasvæðskortinu sjáum við að það er frekar langt í hlýja loftmassa, það er kuldi alveg langt suður í höf og þessar litlu hlýju bylgjur sem koma þó með lægðunum sem að myndast að það ná nú ekki að hita loftið yfir landinu nema að mjög litlu marki, annars er heimskautaloftið alls ráðandi hér á svæðinu sem er nú eðlilegt fyrir þennan árstíma. En á þessu korti sjáum við skýjahuluna til dæmis og vind- og þrýstilínur. Við sjáum að það hvessir allhratt undir Eyjafjöllum og við suðurströndina víðar í fyrramálið og fram eftir degi á morgun og síðan þegar lægðin fer til norðausturs að þá skilur þetta eftir þessa hvessu norðanátt á sunnudaginn en það dregur síðan bæði úr vindi og úrkomu á norðanverðu landinu þegar líða tekur á daginn. En eins og ég sagði þá ganga þessi skil upp að suðurströndinni í nótt og fyrramálið. Það verður allhvasst eða hvasst víða á sunnan- og suðaustanverðu landinu og allra syðst gæti vindur farið í 25 metra á sekúndu að meðaltali á 10 mínútum þannig að það er mjög hvasst og vindhviður gæti alveg farið við 35 metra. Það eru gular vindaviðvaranir í gildi sem þýðir að það getur alveg orðið staðbundið svolítið slæmt veður og það verður ekkert sérstakt ferðaveður á þessum slóðum svona rétt að meðan þetta gengur yfir. Á norðanverðu landinu verður nú yfirleitt hægari vindur svona allavega fram eftir kvöldi á morgun og má búast við því að verði bjart og fallegt veður og líklega mjög gott útivistarveður á þeim slóðum fyrir þá sem að hafa gaman af því að stunda einhverjar vetrar íþróttir og svipað sögum að segja vestanverðu landinu en það er þó heldur hvassara. Á sunnudaginn þá verður lægðin síðan gengin til norðausturs og skilur eftir sig norðaustanátt. Hún verður mjög hvöss á austanverðu landinu fyrripart sunnudags en þegar lægðin fjarlægist þá sjáum við að það svona dregur smám saman úr og þrýstilínurnar verða nú ekki jafn þéttar. Það léttir til á sunnan- og vestanverðu landinu strax síðdegis á sunnudag en dregur smám saman úr éljaloftinu sem verður yfir norður- og austurlandi þann daginn. En næsta lægð er síðan væntanlega á mánudaginn og hún byrjar með svona suðaustanátt og einhverju slyddu eða snjókomu líklega á sunnan- og vestanverðu landinu. Lengst að verður nú hægari suðlæg átt og talsvert frost norðan og austan til. En síðan á þriðjudaginn þegar þessi lægð hefur farið framhjá þá skilur hún eftir hvassa norðaustanátt og úrkomu á norðan- og austanverðu landinu. Og jafnvel þannig að það ná að snjó alveg á sunnanverða Austfirði. En á sunnan- og vestanverðu landinu verður hins vegar hvasst en líklega bjartviðri. En ef við bregðum okkur aðeins til meginlands Evrópu þá er nú orðið vetrarlegt að litast þar líka. Hitinn er ekki nema svona 10 til 15 stig og jafnvel lægri en það í suður Evrópu og við Miðjarðarhafið er allvíða varað við akstursskilyrðum. Talsvert frost til fjalla og svona leiðinda hálka þar slóðir en það er ennþá sumarlegt fyrir Íslendinga að vera á Spáni hvort sem það er norðan til eða á Suðurspáni og það ætti að fara ágætlega þá Íslendinga sem eru á Kanaríeyjum þessar mundir. En ef við bregðum okkur til Norður Ameríku þá er nú ekki mikið að frétta veðri akkurat á morgun, það er ennþá hlýtt í Flórída en vetrarlegt að litast auðvitað á víðast hvar á þessum slóðum. En hins vegar er lægð þarna við vesturströndina sem kemur til með að veita einhverju úrkomu inn til Seattle til dæmis á morgun. En það sem gengur í austan hvassviðri, storm og jafnvel rok allra syðst á landinu á morgun, gular viðvaranir í gildi og best að fara varlega og fylgjast vel með ætli fólk að vera á ferðinni á þeim slóðum en það er öllu skára veðrið á norðaustanverðu landinu og talsvert frost. Verið sæl.